ætlum að halda áfram með Next.js aðeins áður en við förum yfir Strapi og aðeins að tala hvernig það er að vera með eitthvað form sem keyrir kóða þegar við gerum eitthvað. Eins og við gerum í verkefni 2 þar sem við vorum að búið til eitthvað to-do lista og við skrifum inn eitthvað efni og við ýttum á submit takkan á forminu og það submittaði með því að gera bara HTTP kall yfir á serverinn með post methodu. Hvernig gerum við það með Next? Það er með server actions þar sem við erum að búa til eitthvað form og við segjum bara action og það action tekur bara við einhverju falli og það fall tekur öll gögnin inn í forminu og skilar því með formdata sem er nákvæmlega sama og við gerðum í bara öllu, af því að þetta er bara staðall, þetta er bara formdata staðall. Þetta er eins og við gerum new formdata bara í JavaScript, bara við fáum bara öll gögnin í forminu og við getum bætt við það, það er bara að nota staðallinn. Það er beauty við þetta, eins og við vorum að nota Hono og request og response objectunni þar eru bara eins og staðallinn, sama í Next.js. Request og response, þetta er allt bara eftir staðalli. Þannig að það sem við erum búin að læra í Hono flyst alveg yfir í þetta módel hér. Af því að þetta er bara að byggja sama staðallinum, eða staðallar eru frábærir. Þannig að við ætlum að búa til eitthvað einfalt form hérna og segjum bara að það submittar einhverju. En ég ætla núna að búa bara til nýjan folder hér sem heitir submit og submit ætla að eiga page.tsx og ætla bara að afrita þetta. Þetta ætla bara að vera eitthvað submit page og það tekur ekki við neinum props, það er bara tómt hérna, það er ekki neitt svona og það ætla bara að vera eitthvað form og hér ætla ég bara að skrifa eitt gamalt gott form, eitthvað label, efni, HTML4, content, input, type, text, content, name, content, ok, segjum bara hérna, sendu okkur efni, svona, formatum þetta, hendum þessu út og þá getum við farið hérna á submit, þá er eitthvað hérna, senda okkur efni, ok, og vantarlega hérna takkan okkar, button, type, submit, senda, ok, þannig að núna skrifum við bara alveg eins einfalt, þannig séð hérna form og við getum, og ég ætla að senda eitthvað test efni og hér gerir bara eitthvað submit, það fer bara alveg eins og við hefum gert í öðrum hérna verkefnum, að það bara gerir hérna postar þessu yfir, getur þessu yfir, ég glemdi að setja hérna method, þess vegna fann ég ekki það sem ég leitað, form method post, svona, þá fáum við hérna post og request headerinn okkar, content type, application, form, URL encoded, nákvæmlega eins og í verkefni 2. Þannig bara by default bara gerir þetta bara eins og þetta er. En ef við setjum svona server action á þetta, að þá getur ég sagt hérna action, þá gerir ég curly bracket, þetta er nú ætla ég að setja inn eitthvað server action, þannig að ég er í raun að setja eitthvað kóða og nú mun Next.js sjá til þess að framendinn, klientinn, fær einhverja vísun í þetta fall og serverinn er með einhverja vísun í eitthvað ID sem þetta mun kallast í. Það er búið til eitthvað internal map, eitthvað bookkeeping sem passar upp á það. Þegar þetta er submittað, þá fer það í þetta action. Kóðinn og það sem gerist þarna fer samt aldrei yfir á klientinn. Það er raun bara þetta, þú sendir þetta, þá fer yfir og þá keyrir þessu kóði. Og þá þurfum við að sjá hérna, fyrir aftur í docsuna, hvað við gerum. Þá er hérna, við búum til eitthvað async function, eitthvað,
það gerir eitthvað á einhverjum tímapunkti og við ætlum bara að segja hérna async function create invoice setjum það hérna, þá þetta þá sjáum við strax form data hérna, ef við getum líka að fara hérna að þetta ef við skoðum típunar á þessu action do not use or you will be fired for experimental form actions en þetta í raun það sem við erum að fara að nota form data sem form data objectin sem bara úr bara staðlinum og svo eitthvað void skilar einhver hérna eitthvað auth sem við getum útfært en við ætlum ekki að gera það þannig að við erum bara að segja við erum með einhver gögn hérna og við ætlum í raun bara að fá hérna content á að vera form data get content svona og console log bara svona ok svo fyrir aftur hérna submitum einhverju snild ok submit og hérna loggaðist út á servernum content test og þetta gerist á servernum ekki á clientnum já, út af því ég er með method þá er hann að kvarta út af því ég er búinn að segja ég ætla að nota server action þá ætti ég ekki að skilgreina method á þessu svona nú ætti þetta að gerast ok, sendum eitthvað og það gerist hérna ekkert á clientnum gerist þannig að hér gæti ég verið að opna aftur gagnagrunnin minn vista þessu gögn nú nýjan taka einhver efni og skilja einhver tilbaka en ok, en hvað ef þetta tekur ógeðslega langan tíma og við ætlum að búa hérna til eitthvað sleep function og það er bara return new promise solve set timeout eftir 5 sekundur svona þarf þetta að vera nei, byrjum við svona, ok test nú býður hún og svo gerist eitthvað það er eitthvað loading state sem á sér staðarna og við myndum gjarnan vilja núna geta sagt hérna hei, ég er að senda þetta ekki ít aftur disableum þetta eða gerum eitthvað þannig að við þurfum einhvern veginn núna á clientnum að bregðast við því eitthvað að taka langt tíma á servernum þannig að við sendum eitthvað inn og við, Next.js veit að það er eitthvað að gerast það er eitthvað klukka sem er að klukka þarna og það er eitthvað ekki að gerast, það er ekki komið svar og þá getum við skoða aftur hérna og þá kannski fyrir þetta aðeins í pending stage hérna og þá fáum við hérna use action state hook þá erum við komin núna og hook er eitthvað sem við gerum á clientnum exposes a pending boolean that can be used to show a loading indicator or disable the submit button while the action is being executed þannig að þá fáum við núna að við þurfum einhvern veginn að fara að hook okkur inn í client-side virknina af því það gerist alltaf clientnum ég ít á takkan og þá þarf eitthvað að gerast á clientnum til þess að við sýnum þetta loading state þá sjáum við hérna að við erum komið svona use client directive eins og við vorum með eitthvað use server directive hér þannig með því að segja þetta þá passar Next upp á að þetta keyrir eingöngu á servernum en þetta hérna segir þetta mun keyra á clientnum og þar af leiðandi megum við nota eitthvað eins og hooka af því að hookarnir geta ekki keyrt á servernum hookarnir eru React á clientnum hlutir þannig að þá fáum við svona og þá getum við farið hérna og sagt use client hérna uppi þá getum við verið með það saman þetta hérna, use server, passar að þetta keyrir eingöngu á servernum en use client segir þetta má keyra á clientnum
og ekki, þetta mun ekki blandast saman. Og þá getum við farið hérna og þá, ok, þá er eitthvað hér sem við þurfum að nota og já, nú lendum við í vandræðum. Við megum þetta ekki. Nú erum við að brjóta lögin. Út af því að ég er á page og page má ekki vera client. Page verður alltaf að vera server component. Þannig að ég verð að búa núna til component sem heitir submit idea tsx. Þar flyt ég client side virkna mína sem er þá í raun og veru bara allt þetta. Submit idea. Það er eitthvað action sem við þurfum að taka við. Það er hérna type props. Action er fall sem tekur við form data sem er form data og skilar void. Ok, þetta þarf að vera use client. Svona, og þá segjum við hérna bara return submit idea, importa því, action er create invoice. Svona. Já, þetta er nú kannski alveg málið. Hvað skildi ég þetta eftir? Joke, hérna á þetta að vera. Action og við þurfum að importa þessu frá React. Svo er eitthvað initial state hérna og þá við skoðum aðeins betur í þessum docsum hérna að þá er initial state, ok, hvað er það? Er eitthvað hérna, ok, það er eitthvað initial state, við kannski fórum fram hjá einhverju og hoppum yfir kannski annað skref sem er validationið, það er nú eitthvað sem við höfum skoðað svolítið mikið og ættum alltaf að hafa í huga. Og þá er hérna, herðu, validation, notum bara SOT, það er mælt með því. Og það er eitthvað hérna sem þú segir, hérna, ok, þú ert með þetta, þannig að við skulum bara gera það sama, setjum þetta hérna, nema færum þetta hingað, nei, ups, já, skilur ekki máli, ég ætla að fá annan svona, npm SOT, instance SOT og fínt, nema þá segir hann ok, svona og þá er create user actionið okkar, nú er þetta búið að búa eitthvað til hérna sem heitir bara actions.ts, þannig að við kannski líka að gera það líka. Við kannski svolítið að blanda saman concernum okkar, því að pageið er bara pageið, það er bara rátið, það er bara eitthvað, ég er síða og ég er svona orchestrator fyrir það sem er að fara að gerast. Actions eru hérna, hér er eitthvað fatt sem er að fara að gera eitthvað action, geymum actionin okkar á einhverjum einum stað. Hvernig það, actions.ts og þá getum við fært héðan, nei ekki héðan, þetta er héðan, þá getum við fært þessa hérna hluti og þetta og þetta ætlar að heita create invoice action, það verður að heita action og við ætlum að exporta því. Við þurfum að importa SOT veit ekki hvað þetta er en content þarf bara að vera strengur svona við erum að laga þess hérna, við erum að importa hér þá séum við nú er bara pageið okkar orðið mjög snirtilegt það er bara orchestrata, það er bara hvað ég er submit síðan, hér er submit formið, það er með submit actionu sem við séum að validata og gera allt og svona, ég er bara búinn að gera mitt og þá ætlum við að segja hérna, ok, það er strengur min length er 5 svona þá getum við fyllt bara eftir hérna validated
og svona schema save parse, þetta á að heita content, þannig að ok, tökum contenti hérna, nú erum bara komin í eitthvað svona nú erum við bara skilgreina hvernig við ætlum að skrifa þetta, þú veist, þetta er bara svona ok, þetta er greinilega að nota eldra, ég man ekki hérna, ok, þannig að núna kemur eitthvað errors hérna, þannig að byrju, errors er ekki það sem við vorum ekki að segja að þetta væri skila bara void, þannig að jú, það getur skila void, en það getur líka skila þessu steiti á því hvernig þetta gekk, þannig að hérna kallar það bara any reyndar, þá fáum við að ef við erum með 2 parametra, þá er fyrri parametrin initial stateið á því hvað ég reyna að búa til user og svo kemur data sem er að koma inn, þannig að það getur verið til dæmis að initial stateið er að default er í datepackunum valið í dag, en svo var ég búin að velja eitthvað annað og þá kemur það í nýja stateinu, þannig að þá uppfærist það í gegnum actionið, þannig að við tökum eitthvað state, við erum eitthvað fall, eitthvað action fall sem að kemur nýtt state og applyar þá og þá fáum við nýtt state. Þannig að þá fáum við þetta initial state hér og maður sjá hvernig mælaði með því að við gerum þetta. Initial state hérna er bara að það er ekkert message. Ok, initial state, ekkert message, action, form data void, þannig að þetta þarf að vera promise of void, það er ekki lengur promise of void, það er promise of í raun submit idea state, þá er aftur komin, bara hægt rólega vera allt flókið, og það er eitthvað message sem er string. Og þá getur ég sagt að initial state er actually submit idea state, þá er actionið hérna, promise, já, ég ætti eftir að laga það, promise, nei, byrjum við, state, svona, byrjum við, hvað meira, expected 2 or more but got to 1, nei, byrjum við, það er ekki svona, hvað er ég að gera vitlaust? Hvað er ég að gera vitlaust? Submit idea state, þetta er bara svona, já, hérna sko. Create user, initial state, create user, initial state, any, já. Form data, action, state, já, svo initial state, ok, ok, skilum þetta bara eftir sem any hérna og lögum það seinna, þannig að já, svo fáum við form action hérna og þá er það í raun, það er state actionið sem við erum með hér og svo erum við með núna með þetta pending og þá getum við sagt pending og þá ætlum við að setja út hérna send debug og við ætlum að segja hérna disabled er pending. Þá getum við líka sagt hérna state, ef state er ekki null þá ætlum við að segja state er state.message. Nú er þetta svona hægist aðeins á þessu af því að alltaf þegar við fórum að taka við gögnum og senda á milli og fara í validation, þú veist, það er alltaf inherent eitthvað flækjustig. Þannig nú gerum við hérna sendi gögn, disablað,
form data get is not okay. Ok. Já, hérna á þetta að vera. Hérna var þetta vitlaust. Hérna skulum við hafa þetta, svona. Kemur allt í ljós, hægt og rólega. Export, type, state. Svona. Svona. Og þá getur við hérna áður en við förum að sofa. Console log state. State. Svona. Ok. Sending up, state. Ok. Nú gerist eitthvað. Það þá, sjáum við hérna. Message, það var ekkert. En það var initial stateið okkar. Og svo logga ég ekki út. Býtum við. Ok. Console log error. Svona. Importum þessu. Og núna ættum við, já, látum við bara vera svona, svona. Ok. Content, test 2, ekkert message hér, þannig að þetta að skila sér, hérna. Og svo ef við sendum núna eitthvað sem of stutt, þá kemur hérna too small og það sendt sem errors, en errors var ekki hér, þannig að við getum sagt hérna errors eitthvað unknown. Svona, og þá fáum við hérna og gerum bara í staðinn til að sjá hvað kemur allt saman, bara state, svona, og þá fáum við hérna núna villu. Þannig að við byrjum hérna, við erum eitthvað initial state sem bara, það ekkert message, svo sendum við eitthvað test, fáum hérna, þá lagi, svo sendi ég eitthvað hérna, 1, sendi gögn og ég fæ núna villu tilbaka. Þannig nú þú veist, þó svo þetta sé mjög hrátt, þá þetta samt allir þessi punktar sem við erum búin að snerta á og núna í raun bara að gera þetta næs og að gera betra viðmót og eitthvað í kringum þetta. Þannig að þetta ætti að vera svona covera svona stór broad strokes það sem það að fara að gera í hópverkefni 2. Ok. Og í verkefni 5 líka. Þannig að skoða núna aðeins Headless CMS eða hafa einhverju fleiri spurningar um þetta. Annars mæli ég með núna næstu 10 daga eða svo byrja í verkefni 5 eða í hópverkefni 2 og svo mun ég alltaf að hafa check-in núna þegar kynningarnir eru í vikunum eftir páska þar sem ef þið eru með einhverju spurningar þá getið þið spurt, ef fengið aðstoð, ég get verið eftir tíma eða eitthvað og svo náttúrulega dæmatíma líka allar 3 vikurnar eftir páska.